Ég býð ykkur velkomin á 40. fund bæjarstjórnar í Árborg, kjörtímabili 2022 til 2026 sem haldin hérna miðvikudaginn 12. júní 2024 í Grænumörk 5 Selfossi. Mætt eru, það Brynhildur Jónsdóttir bæjarfulltrúi D-lista sem hér stendur, Bragi Bjarnason bæjarfulltrúi D-lista, Fjóla Steindóra Kristinsdóttir bæjarfulltrúi D-lista, Sveinn Ægir Birgisson bæjarfulltrúi D-lista, Helga Lind Pálsdóttir bæjarfulltrúi D-lista, Þórhildur Dröfn Ingvadóttir varamaður D-lista, Arna Ýr Gunnarsdóttir bæjarfulltrúi S-lista, Sigurjón Vídalín Guðmundsson bæjarfulltrúi S-lista, Arnar Freyr Ólafsson bæjarfulltrúi B-lista, Matthías Bjarnason varamaður B-lista og Álfheiður Einarsdóttir bæjarfulltrúi A-lista og starfsmaður fundarins Þórdís Sif Sigurðardóttir bæjarritari. Og mér langar aðeins að bjóða Matthías Bjarnason velkominn á sinn fyrsta fund bæjarstjórnar og einnig Þórdísi Sif Sigurðardóttir bæjarritara. Velkomin. Einhverjar athugasemdir við útsend fundarboð? Ef svo ekki, þá hefum við dagskrá. Það fyrsta mál, það samkomulag vegna bílastæða bak við Austurveg 4 og bæjarstjórn frestaði afgreiðslu málsins á 39. fundi. Með afsali sem undirritað var þann 3. maí 2021 afsalaði sveitarfélagi Árborg til Árfoss EHF lóðinni Austurvegur 4A3 og afsalaði Árfoss EHF lóðinni á Austurvegur 4A4 til sveitarfélagsins Árborgar. Þá afsalaði sveitarfélagi Árborg til Árfoss EHF eignarhlut sínum í lóðinni Austurvegur 4 svæði 2 með nýrri afmörkun. Lóðin var þá afmörkuð þannig að lóðarinnar Austurvegur 4A1 og Austurvegur 4A2 voru afmarkaðar innan Austurvegs 4 svæði 2 enda var fyrirhugað að Austurvegur 4A1 og Austurvegur 4A2 yrðu sameinaðar Austurvegur 4 svæði 2. Þar sem afsalið þótti við þinglýsingu ekki kveða skýrlega á það að lóðunum Austurvegur 4A1 og Austurvegur 4A2 var afsalað til Árfoss EHF, þá var afsalinu ekki þinglýst sem eignarheimild á lóðirnar á Austurvegur 4A1 og Austurvegur 4A2 og afsalið þetta því gefið út. Og ég opna fyrir mælendaskrá, eitthvað sem vilja taka til máls? Ok. Þá legg ég þetta fram til afgreiðslu. Þeir sem eru samþykktir þessu, gefið merki. Það samþykkt samhljóða. Og hér er bókun, ég ætla að lesa. Bæjarstjórn samþykki framlagt afsal að eignarhlut að sveitarfélagsins Árborgar að Austurvegur 4A1 landnúmer 229 516 fastanúmer 2508 432 og 4A2 landnúmer 2508 433 fastanúmer 2508 433 til Árfoss. Þá liður 2. Það ábyrgð á láni til brunavarna Árnessýslu. Ábyrgð sveitarfélagsins Árborgar vegna lántöku brunavarna Árnessýslu hjá lánasjóði sveitarfélagsins að fjárhæð 190 milljónir. Og hérna ætla ég að lesa upp bókun. Sveitarfélagi Árborg samþykir hér með að veita einfalda ábyrgð vegna lántöku brunavarna Árnessýslu hjá lánasjóði sveitarfélagsins að fjárhæð krónur 190 milljónir í samræmi við skilmála láns til ársins 2039 eins og þeir verða á þeim tíma lánið tekið. Ábyrgð þessi veitt samanber heimild í 2. málsgrein 69. grein sveitarstjórnarlaga nr. 138 2011 og hún óskipt gagnvart kröfuhafa en innbyrðis skiptist hún í hlutfalli við eignarhluti í brunavörnum Árnessýslu. Sveitarfélagið Árborg veitir lánasjóðnum veð í tekjum sínum til tryggingar þeirra ábyrgða samanber heimild í 2. málsgrein 68. grein sömu laga. Ábyrgðin tekur til allra greiðslna sem og hvers kyns kostnaðar sem hlýst af vanskilum.
Er lánið tekið til að fjármagna kaup á nýjum dælubíl vegna byggingar tækja og búnaðargeymslu á Laugarvatni og vegna fyrsta áfanga byggingar á Flúðum samanber 3. grein laga stofnun opinbers hlutafélags lánasjóð sveitarfélags nr. 150/2006. Sveitarfélagið Árborg skuldbindur hér með sveitarfélagið sem eiganda Brunavarna Árnessýslu til að breyta ekki ákvæði samþykkta félagsins sem leggur hömlur á eignarhald að félaginu að því leyti að félagið megi ekki fara neinu leyti til einkaaðila. Fari svo að sveitarfélagið Árborg selji eignarhlut í Brunavörnum Árnessýslu til annarra opinberra aðila skuldbindur sveitarfélagið Árborg sig til að sjá til þess að jafnframt yfirtaki nýr eigandi á sig ábyrgð á láninu að sínu hluta. Jafnframt Braga Bjarnasyni kennitala 250481 5359 bæjarstjóra og sveitarfélagsins Árborg veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess að staðfesta fyrir hönd sveitarfélagsins Árborgar veitingu ofangreindrar ábyrgðar með áritun á lánssamningnum. Ég gef bara orðið laust. Bragi, gjör svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Svo sem ekkert meira, en ég held að það sé bara í rauninni þó að það sé kannski aldrei gott að taka lán, svo segja það, en það er samt ánægjulegt í rauninni kannski úr vinnu Brunavarna undanfarið misseri að þarna verið að fara í rauninni uppbyggingu á tækjageymslu á Flúðum, áframhaldandi á Laugarvatni og semst að Laugarvatni komið lengst, það gengur vel. Erum búin að samþykkja í rauninni nánast alla verkliði, þannig að þetta ég maður ekki búin að fara upp fyrir, ég býst nú við að þeir séu byrjaðar á grunnum og haldið þeim framkvæmdum áfram í sumar og síðan í rauninni sé verið að halda áfram með áætlunum endurnýjun slökkvibifreiða og þessi semst fyrir stöðin í Hveragerði, en eins og kom fram á fundu þá mikil viðhalds og endurnýjun og þörf hjá Brunavörnum á næstu árum, en þetta allavega fyrsta skrefið hjá okkur og þannig verið að halda áfram með þessi verkefni og svo munum við þurfa að ræða með okkar samstarfssveitarfélögum í Brunavörnum hvernig við höldum þessu áfram á næstu árum til að vinna á þeim þeirri viðhaldsþörf sem er búin að safnast upp á undanförnum árum. En bara jákvætt að þessi fjárfestingarverkefni og endurnýjun slökkvibifreiða sé í gangi, þannig að við bara fagna því. Takk. Takk fyrir það. Eru fleiri sem vilja tjá sig málið? Ef svo ekki, þá ber ég þetta undir til atkvæða. Þeir sem eru samþykktir þessum lántökum, vinsamlegast gefið merki. Samþykkt samhljóða. Þá það þriðji liður, það reglur launakjör og starfsaðstöðu bæjarfulltrúa og nefndarmanna. Lagt til við bæjarstjórn að samþykkt verði að afnema vísitölutengingu viðmunafjárhæð í 1. grein regla launakjör og starfsaðstöðu bæjarfulltrúa og nefndarmanna hjá sveitarfélaginu Árborg árið 2024. Tillagan í samræmi við samþykkt fjárhagsáætlun Árborgar fyrir árið 2024 og undir þessu fylgiskjal reglur launakjör og einhver sem vill tjá sig? Já, Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi D-lista. Forseti, bæjarfulltrúar og tilheyrendur, já, að ræða í rauninni ákvörðun sem var rædd í rauninni og í vinnu við fjárhagsáætlun og gert ráð fyrir fjárhagsáætlun, en bæjarstjórn tók í rauninni aldrei formlega fyrir staðfestingu í rauninni að það ætti að afnema vísitölutenginguna þetta árið. Við tókum í rauninni í upphafi árs 2023 og tókum við sérstaklega fyrir á fundi í kringum janúar-febrúar sérstaklega bókun það að við myndum fella niður þessar launavísitölutengingar fyrir 2023 en þurfum í rauninni að taka sérstaklega fyrir árið 2024 því annars kæmin sjálfvirk hækkun 1. júlí sem var ekki gert ráð fyrir ár. Þannig að þess vegna þetta lagt fram til staðfestingar núna. Takk. Eru fleiri sem vilja tjá sig málið? Já, Fjóla Kristjánsdóttir, bæjarfulltrúi D-lista. Gjör svo vel. Já, forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Já, þetta bara vel. Bara flott að það að fylgja því sem var búið að ákveða í vinnunni í nóvember. Og átti sannlega eftir að staðfesta. Það var samþykkt á fundi í febrúar 2023 að
lækka laun bæjarfulltrúa og nefndarmanna 5% og afnema þessa tengingu í 1 ár. Við sannarlega gerðum ráð fyrir þessu eins og mörgu öðru í skjalinu góða, alls konar lækkunum frá 1. júní og þar á meðal var líka þessi áframhaldandi lækkun og var sérstaklega tekið fram að ef að hún ekki áfram þetta ára þá væri það að með minni 5,5 milljónir til hækkunar sem væri ekki gert ráð fyrir fjárhagsáætlun. Þannig að það er bara gott og vel að það er að standa við þessa áætlun sem að sannarlega því að þessi pottur eins og þið sjáu í fylgiskjalinu, það er 100 milljón króna pottur sem að við þurfum að uppfylla á þessu ári og þetta eru þá 5 milljónir rétt rúmar, þannig að það er ekki nema 94 komið eitthvað sem við eigum þá eftir bara á þessa deild og ég fór einmitt að skoðaði ráðningarsamningu í bæjarstjóra þar sem að það var náttúrulega alltaf tengt líka þar við vísitölu eða þessar þingfararkaup og ég lækkaði laun bæjarstjóra 5% og afnam þarna þessa tengingu í 1 ár og allra sviðsstjóra líka, þeir komu húsir á vagnin í því að leggja sitt að mörkum til þess að mæta þeirri erfiðu stöðu sem sveitarfélagið var í fyrir ári síðan. Mér finnst áhugavert að það er ekki lengur tenging við þingfararkaup heldur komin einhver tenging við bara launahækkanir hjá fræðagarði. Mér finnst áhugavert að sjá hvernig þær hækkanir líti út vegna þess að ef að það hefði ekki verið afnumið þá hefði bara laun bæjarstjóra hækkað rúm 200.000 1. júlí. Þannig ég er ánægð með það líka að það sé verið að hugsa fyrir því en það verið áhugavert að sjá hverjar hækkanirnar eru af því að sannarlega verið að frysta þetta. Þannig að það væri bara gögn sem væri gott að fá líka upp á borðið. En ég er ánægð með þetta að það er að fylgja fjárhagsáætlun þarna og áfram gakk í því. Takk. Já, bæjarfulltrúi Arna Ýr Gunnarsdóttir hefur beðið um orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, gestir og tilheyrendur. Já, við erum hér að fjalla reglur um launakjör og starfsaðstöðu bæjarfulltrúa og nefndarmanna og það liggur hér fyrir að við samþykkjum að afnema vísitölutengingu sem að var auðvitað ákvörðuð og hefur verið fylgt verið eðlilegur hluti af því að launakjör bæjarfulltrúa og nefndarfólks hafi hækkað til samræmis við það sem gerist í samfélaginu. Nú var það þannig eins og komið fram í máli þeirra sem hafa komið upp á undan mér að það var ákveðið að afnema þetta á síðasta ári vegna þröngrar stöðu og að allir væri að ganga í takt, það væri allir að leggja sitt að mörkum. Það var verið að sauma að víða í sveitarfélaginu, það var að segja fólki, það var verið að minnka prósentur, það var að lækka starfshlutföll við starfsfólk sveitarfélagsins, sársaukafullar aðgerðir og eðlilegt að bæjarfulltrúar og nefndarfólk tækju þátt í því, þannig að það voru lækkuð þeirra kjör. Og við erum hér auðvitað, eins og bæjarfulltrúi Fjóla kom inn á, við erum hérna að fylgja fjárhagsáætlun og þó að þetta sé lítið skref í þá átt, þetta eru eins og framkomið áðan 5 milljónir af 100 milljón króna hagræðingarkröfu, þá verðum við auðvitað enn meira hissa á að standa við fjárhagsáætlun í sumum tilvikum. Þá að standa við fjárhagsáætlun þegar kemur að lækka laun eða sem sagt aftengja vísitölu hjá bæjarfulltrúum og nefndarfólki, en áfram á að standa við hækkun með við það sem var ákveðið fjárhagsáætlun á launum formanns bæjarráðs. Og ég er eiginlega ekki að trúa því að við stöndum hérna ennþá og að meirihluti D-lista og fulltrúa A-lista hafi ekki séð að sér í allri þeirri umræðu sem á sér stað hérna í samfélaginu og óánægju sem á sér stað meðal íbúa sveitarfélagsins og bara vanskilnings á þessari ákvörðun. Það er greinlegt, eins og ég segi, það eru sumir sem eiga að taka þátt í
hagræðingunni en ekki aðrir. Og þetta eru bara mikil vonbrigði og ég alveg ofboðslega undrandi á að meirhluti D-lista og fulltrúa A-lista sjá ekki að sér í þessu máli, sjá ekki fáránleikann í þessu máli. Það er alveg sama hvernig þessu snúið og undið að það dugir. Formaður bæjarráðs hefur 8 klukkutíma á viku til að undirbúa fundi bæjarráðs. 21% starf rúmlega 8 klukkutímar á viku. Auk þess hefur hann í 25% starfi sem bæjarfulltrúi. Það þýðir að formaður bæjarráðs hefur í raun 18 klukkutíma á viku í starfi sem bæjarfulltrúi og formaður bæjarráðs. Það nægur tími til þess að undirbúa fund, setja fund og jafnvel eiga nokkra fundi með utanaðkomandi aðilum. Ég hef enn ekki séð rök fyrir því af hverju núverandi formaður bæjarráðs á að hækka úr 21% af þingfararkaup upp í 42%. Það var enn engin rök komið fram það. Við höfum sjaldan eða aldrei haft jafn mikið að utanaðkomandi ráðgjöfum til aðstoðar eins og þessu kjörtímabili. Þannig að ekki hefur nú legið á því að við erum búin að vera með sérstakar ráðgjafa í sölu eigna, við erum búin með fullt af ráðgjöfum frá KPMG og öðrum ráðgjafafyrirtækjum til aðstoðar. Þannig að og vinnan sem á að fara fram, það að segja stjórnsýsluleg vinna, hún fer fram af embættismönnum sveitarfélagsins, hún fer ekki fram að hendi formanns bæjarráðs. Þannig að enn undra ég mig á því að það sé verið hér að lækka launakjör bæjarfulltrúa sem ég tek með ánægju þátt í, en að það gildi ekki alla. Það óskiljanleg ákvörðun. Þannig ég kalla eftir því að þetta verði leiðrétt, að það verði allir látnir sitja hér við sama borð. En ég bara ánægði yfir að við séum að stíga þetta fyrsta skref þó lítið sé. Takk. Já, takk fyrir það. Ég minni samt að bæjarfulltrúa á að ræða tillögu að afnema vísitölutengingu við viðmiðunarfjárhæð, en Bragi Bjarnason bæjarfulltrúi hefur beðið orðið. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilnefnendur, já, bara svona þannig að við séum í réttu liðum að tala að þarna rauninni vorum við búin að ákveða þetta í áætlun og þar að leiðandi þessi vísitölutenging sem tengist í rauninni launum bæjarfulltrúa og inn í því náttúrulega allar þóknanir nefndarmanna, forseta bæjarstjórnar, bæjarfulltrúa, formanns bæjarráðs og annarra, þannig að það engin hækkun í rauninni samkvæmt launavísitölu og þar að leiðandi það ekki hluti af hagræðingar pottinum eða kröfunni sem við settum þessum 100 milljónum, það annar liður og eftir þess að við erum að taka úr því, þær breytingar sem urðu 1. júní. En þessi ákvörðun hefði í rauninni þurft að takast í uppáhast þannig að hún væri partur af áætlunni en var því miður ekki gert, þannig við erum að gera það núna. En það var 5,5 milljónir sem við áætluðum í vinnunni að þetta væri, en þær í rauninni bara voru aldrei settar en í launaáætlun, af því við ætluðum þetta ekki að hafa þetta. Annað nákvæmlega ástæða fyrir því að launavísitalan var tekin út úr samningi bæjarstjóra akkúrat, þá kemur ekki þessi stökkbreyting tilbaka, en síðan í haust þurfum við að vinna við fjárhagsáætlun framhaldsins gagnvart þessari ákvörðun, gagnvart þóknunum bæjarfulltrúa, þá þurfum við að skoða, ætlum við að hafa launavísitölu tenginguna áfram eða skoðum við aðrar tengingar, hvort sem það þingfararkaup uppart eða einhver í aðri kjarasamningar. Það bara vinna sem við þurfum að skoða fyrir fjárhagsáætlun 2025. Takk fyrir. Já, Arnar Freyr Ólafsson, bæjarfulltrúi, D-lista beðið orðið. Já, virðuleg frú forseti og bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Ef mér skjáttlast ekki, þá var þetta kannski, þetta ekki fyrsti fundurinn sem að þú stýrir á þessu kjörtímabili? Ok, já, ok. Minni rekur ekki lengra heldur en svo. Já, við erum hér að ræða nefndarlaun og það kannski ágætt að það sé verið að fara að leggjast í vinnu heildar launagreiðslu til bæjarfulltrúa og það alltaf svolítið klient þegar við erum að fjalla okkar eigin kjör.
En við verðum samt að geta talað þetta bara svona blygðina laust vegna þess að þetta bara málum eins og hvert annað, þetta kostnar á sveitarfélaginu eins og hver annar. En fyrir mitt leyti þá trúi ég tæplega að fólk sé að sko bjóða sér fram til þess að skara eldað eigin kök og sérstaklega ekki sko ætlast til þess að fara vel fjárhagslega persónulega frá því að sitja í bæjarstjórn. Í mínu tilfelli var það klárlega ekki þannig. Mér var uppálagt og ég var spurður af því hvort ég myndi ekki gera skyldu mína og ég sagði að sjálfsögðu jú og líti á þetta sem samfélagslega skyldu og með henni er grið. Síðan þurfum við að fjalla ítrekað það hvort að við eigum að vera með vísitölutengingu á launum okkar eins og öll önnur laun á hinum opinbera markaði og hinum frjálsa markaði en allt í einu gengur okkur mjög illa að halda til haga einhvers konar hækkun sem var barist mjög fyrir á síðasta kjörtímabili og ég vil eiginlega hrósa þeim bæjarfulltrúum á síðasta kjörtímabili sem komið þessari leiðréttingu í gegn og gerðu launahlutann svona allavega ásættanlega. Og núna erum við ávallt að fjalla þetta og það ákveðið kjarkleysi að vera alltaf að segja, já nei, þetta er auðvelda ákvörðunin sjálfur sér að taka, að vera ekki að hækka launin eða halda við vísitölutengingunni. Við að sjálfsögðu tókum þátt í þessum aðgerðum vegna þess að hér voru starfsmenn í hvívetna að verða fyrir kjaraskerðingu eða jafnvel að missa launin sín og þetta var raunverulega tilfinningaleg skylda okkar að taka þátt í því og bera ábyrgð á því að axla ábyrgðina og taka þátt í þeim særindum sem áttu sér stað á okkar hátt. Núna erum við samt sem áður að fjalla fjárhagsáætlun og aðeins bætta aðstöðu og í A-sjóð og B-sjóð þó eitthvað sé eftir eins og ég hef komið inn á áður. En ég held að það sé samt sem að það er svolítið mikilvægt að við fáum að heyra frá meirihlutanum hver framtíðarsýnin. Við erum að fara vissulega í þessa vinnu í haust og bara í lok sumars. En hvað ætlum við að gera? Hvað ætlum við að leggja til? Ætlum við aftur að taka þessa ákvörðun að afnema vísitölutenginguna og fyrirfara okkur því að launin hækki og reyna að slá okkur á brjóst hér út allar koppagrundir eða munu þessi launapakki hreinlega fylgja áfram inn í næsta kjörtímabil. Og eins og ég sagði áðan, það var ákveðin kjarkur að breyta þessu á síðasta kjörtímabili og eins og ég sagði þá var það bara nokkuð vel gert. En strax byggt að leiða þessu kjörtímabili og ég held að við ættum bara að mynda okkur alvöru skoðun á þessu. Þess vegna ég að tala þetta í svolítið löngu máli, bara svo við hugsum aðeins þetta. Þetta annað verkefni sem við erum að eiga við. Þetta ekki eitthvað sem að snertir okkur svo rosalega persónulega fjárhagslega að við erum ófærum á fjallinu. Þannig að ég kalla svolítið eftir þessum pólitíska kjarki. Svo líka hitt að við þurfum auðvitað að geta rætt þetta og það má ekki vera rætt persónulega þegar við erum að ræða þessi laun formanns bæjarráðs og bæjarstjóra að við þurfum auðvitað að geta rætt þetta og meirihlutin þarf að geta gengist í því að allavega undirgangast það að rökstyðja með einhverjum hætti af hverju verið að hækka þessi laun svona. Þetta kom svolítið í opna skjöldu, maður var búinn að heyra þetta í kosningabaráttunni að þetta staði til, svo kemur hreinn meirihluti og þá þetta bara orðin hlutur. Og núna komin nýr meirihluti og ég kannski kalla eftir bara skýrum svörum frá oddvita álista hvað hver þeirra framtíðarsýn og nú auðvitað líka hjá oddvita sjálfstæðismanna að við fáum bara að vita hvað þeir að hugsa, ekki segja, já, við ætlum að skoða 5 eða 10 leiðir, við ætlum að mögulega tengja þetta við eitthvað nýtt. Nei, við annarkvort höldum við okkur við launapakkan eins og hann afnemum eða setjum aftur í gang vísitölutenginguna.
Við erum ekkert að ruggla þetta eins og er möguleika á að gera, reynum að hafa þetta einfalt, skýrt, þannig að fólk skilji þetta, bæjarfulltrúar skilji þetta og fólk og íbúar skilji þetta. Þannig að ég legg nú til að það verði bara einfallega lagt fyrir, annarkvort viðhöldum við vísitölutengingunni eða ekki. En ég kalla líka eftir svörum frá meirihlutanum framtíðarsýnina. Takk. Já, takk fyrir þetta. Eru fleiri sem vilja þessi ljós frá Álfheiður Einarsdóttir, bæjarfulltrúi Álista? Frú forseti, ágætu bæjarfulltrúar, kæru íbúar og aðrir þeir sem eru að fylgjast með fundinum. Já, ég vildi bara koma og svara hér spurningu bæjarfulltrúa Arnars Freys varðandi starfskjör og aðstæður bæjarfulltrúa, nefndarmanna og annarra kjörinna fulltrúa í embættum hjá sveitarfélaginu. Ég er búin að útskýra fyrir mitt leyti að við teljum að launalækkun formanns bæjarráðs hafi verið að ræða úr 62% á hlutfalli þingfararkaups niður í 42%. Það kemur hvergi fram í fjárhagsáætlun, það er hvergi skriflegt, það var hvergi tekin formlega ákvörðun á vettvangi bæjarstjórnar eða bæjarráðs að lækka laun formanns bæjarráðs niður í 21%. Þannig að þarna tel ég bara rangt farið með, þarna lækkun að ræða, en að sjálfsögðu tökum við þetta heildstætt upp í fjárhagsáætlun gerð þegar líða tekur á haustið, síðla sumars og í haust. Og þá bara tökum við þetta fyrir í heildsinni. Þetta get ég alveg viðurkennt. Þetta var ákvörðun sem var tekin í, hvað var nú þýsku orðið, bara mjög óvenjulegum kringumstæðum og erfiðum aðstæðum efnahagslega og fjárhagslega, sérstaklega fjárhagslega fyrir Árborg. Þannig og þetta var góð ákvörðun á sínum tíma og hér erum við bara að staðfesta hana, gleymdist að gera það, með afnám vísitölutengingarinnar. Annars hefði hún hoppað inn núna 1. júlí bara og hefði samþykkjum þetta ekki hér. En auðvitað tökum við þátt í því öll saman sem bæjarstjórn að endurskoða þetta í fjárhagsáætlanagerð og þar vettvangurinn til þess. En ég fagna þessar umræðu og þakka þér fyrir alls. Já, takk fyrir þetta. Fjóla Steindóra Kristjánsdóttir, bæjarfulltrúi D-lista, hefur beðið orðið. Frú forseti og aðrir tilheyrendur. Já, þetta eru bara góðar umræður og einmitt, akkúrat það sem er búið að koma fram hér bæði í máli Braga Bjarnasonar og Álfheiðar, að þá áttum við bara eftir að taka þetta fyrir og samþykkja þetta. Það var sannarlega inn í fjárhagsáætlun, gert ráð fyrir þessu og þannig var það einmitt með formann bæjarráðs líka. Að það var undir skrifstofu, já þetta er bara góðum glærum. Þetta er sett undir skrifstofu sem hagræðingu upp á 5 milljónir og það er reyndar aðeins rúmlega því að við reiknum bara með 4,376.000 nákvæmlega í það að lækka hlutfall formanns bæjarráðs frá 1. júní. Það var fullt af fólki sem satt þennan fund og ég getum talað um þetta fram og tilbaka. Sannarlega er þetta lækka úr 65 í 42, það er sannarlega lækkun, en við gerum ráð fyrir því frá 1. júní að það færi 21%. Við getum talað um þetta fram og tilbaka, það gerir það samt ekki satt. Vegna þess að ég satt þennan fund og fleiri satt þennan fund og það getur vel verið að við getum bara horft á það þannig að því að nú er komin nýr meirihluti og það átti formlega eftir að taka það fyrir að þá er það bara þannig. En inn á skrifstofu voru samt 5 milljónir eyrnamerktar, auðvitað ekki sett inn lækkun formann bæjarráðs því að þá hefði það nú alveg sprungið í andlitið á minnihlutanum og það hefði verið field trip eins og maður segir.
Ég veist að við verðum bara að sinna áfram í þessu máli og ég ætla að segja stopp núna, takk. Já, takk fyrir þetta. Er fleiri sem vilja taka til máls varðandi undanleið? Já, bæjarfulltrúi Sigurjón Vídalín Guðmundsson. Gjörðu svo vel. Já, frú forseti, ágætu bæjarfulltrúar, það tilheyrendur. Við erum hérna til þriðja lið, varðar afnám vísitölutengingar við þóknanir bæjarfulltrúa og nefndarmanna í sveitarfélaginu Árborg. Mjög góðar umræður og ég sjálfsögðu fagna því og tek glaður undir það að samþykkja og staðfesta það sem að rætt var í fjárhagsáætlunargerðinni varðandi afnám þessarar vísitölutengingar. Ég get hins vegar ekki látið það hjáleiða að minnast á það að mér finnst það vera þá grunnskylda og frumskylda okkar á sama tíma að við ætlum að fara að fylgja fjárhagsáætlunni þessu efni ef við fylgjum henni þá líka varðandi þóknun formann bæjarráðs. Og ég verði eiginlega að taka undir með Örnu, mér finnst þetta alveg með ólíkindum hvernig meirihlutinn umgengst þetta mál. Það er ekkert viðkvæmara en að fjalla launakjör bæjarfulltrúa og kjörunarfulltrúa. Að þeirri einföldu ástæðu að við erum sett í þá fáránlegu aðstöðu bæjarfulltrúar út allt land að við þurfum að ákveða launin okkar sjálf. Við tökum þetta fyrir og samþykkjum einhverjar reglur sem á að ná yfir launin okkar. Ég marggagnrýni þetta fyrirkomulag, þetta er algjörlega vonlaust. En hérna erum við samt og á síðasta kjörtímabil, lok síðasta kjörtímabil, þó að við höfum nú ofta ekki verið sammála minnihluti og meirihluti, þá náðum við þó allavega að verða sammála þetta og það var akkurat mikil ánægja með það að það væri þarna verið að ákveða laun bæjarstjórnar fyrir næsta kjörtímabil að þeirri ástæðu að það væri þá til bóta fyrir þá sem tækju við og þurfi ekki að fara að standa í því að ákveða sín eigin laun. Heldur væri búið að ákveða þetta fyrir þau samkvæmt einhverjum reglum sem að fólk taldi verið sanngjarnt miðað við vinnuframlag og tengingar við þingfararkaup og svo framvegis. Undir öllu jöfnu hefði þetta bara verið endalókin á þessari sögu og við hefum ekki þurft að reyða tíma í þetta. En hér erum við enn og aftur. Af því að meirihlutinn á þessu kjörtímabili hefur ákveðið það að umgangast þetta bara eins og sína persónulegu eign. Eitthvað sem að hann getur bara hækkað og lækkað, teygt og togað og gert hvað sem honum sýnist við aðeins svo mikið sem að ræða það við minnihlutann. Það koma bara hérna í fundarbúðum eftir fundarbúðum einhver máladagskrá varðandi laun bæjarfulltrúa og kjörunarfulltrúa í sveitarfélaginu Árborg. Þetta er algjörlega óþolandi og óboðlegt. Fyrir utan hvað þetta er á lágu siðferðislegu plani. Þetta er ekkert annað en sjálftaka og það er alveg ömurlega sorglegt að hlusta núna á bæjarfulltrúa meirihlutans og álistans, reyna að réttlæta þetta fyrir fólki. Að halda því til dæmis fram að það sé búið að lækka bæjarráðsþóknunina úr 62%, þóknun sem áttu náttúrulega aldrei að hækka til að byrja með. Það lá aldrei fyrir af hverju það átti að hækka þetta. Það hefur ekki ennþá komið fram fyrir hvað þessi hækkun stendur. Við höfum ekki fengið setningu á blaði varðandi það hvaða verkefni er að ræða. Ekki eina setningu. En þetta heldur áfram. Þessi sirkus heldur áfram. Finnst einhverjum þetta eðlilegt? Ég veit að fólkinu út í bæ finnst það ekki. Það er þess vegna ef fólk vil sannarlega vera trúverðugt í sínum störfum og heiðarlegt að þá að sjálfsögðu ef að lækka þessa prósentu niður í 21% eins og gert var ráð fyrir fjárhagsáætlun og var kynnt fyrir bæjarfulltrúum. Ég legg því til
jafnframt því að við samþykjum þessa breytingu á vísitölunni sem er sjálfsögð, að við lækkum jafnframt laun eða þóknun formann bæjarráðs niður í 21%. Takk fyrir. Já, takk fyrir það. Eru fleiri sem vilja fara mælendaskrá? Arna Ýr Gunnarsdóttir, bæjarfulltrúi. Sigurjón, ertu til að koma þessi skriflega? Forseti, já, það er gott og fínt að hjá bæjarfulltrúa Sigrúnu að koma með breytingartillögu við þetta mál. Ég held að skipti máli að við sýnum hvað okkur býr og að við tökum afstöðu til þess og sýnum bæjarbúum og starfsfólki sveitarfélagsins að við séum að við stöndum við orð okkar að við séum öll í þessu saman, af því að sko þið getið ímyndað ykkur hvernig það er að vinna að úrbótum í fjárhag sveitarfélagsins og biðja starfsfólk og íbúum að standa með okkur, biðja gott veður og svo er það þetta sem að skilaboðin að við samt hækkum eigin laun, eða þar að segja laun formanns bæjarráðs eru hækkuð og án skýringa. Og eins og við vitum þá eftir höfðinu dansa limirnir og það er erfitt að kaupa sér gott veður og fá fólk með sér í lið ef þetta eru skilaboðin. Og mér þykir leitt ef það er þannig að bæjarfulltrúi Álista hafi ekki fengið rétta sögu, að sagan sem hún hafi fengið sér skrumskæld og sem það virðist vera. Þannig að það er leiðinlegt, en ég er fegin að þessi breytingartillaga er komin hérna fram og ég hef væntingar til þess að við séum menna meiri hér og samþykkjum hana. Takk. Já, takk fyrir þetta. Bæjarfulltrúi Arnar Freyr Ólafsson hefur beðið um orðið. Já, virðuleg frú forseti, bæjarfulltrúar og aðra tilheyrendur. Ég get nú ekki annað sagt en að ég sé mjög hrifinn af þessari tillögu sem er komið fram. Já, bæjarfulltrúa Sigrún. Að við hreinlega kjósum þetta og fáum fram hér afstöðu þá allra bæjarfulltrúa hvar við stöndum og það er það bara skýr afstaða. Við ritum undir í minnihlutanum áskorun eða gerðum bókun sem að meiri hlutanum var aðili að í byrjun kjörtímabils og það hefur þá breyst, en það er þá mjög gott að ná fram skoðuninni þannig að við sjáum svo sem hver staðfestan er í bæjarfulltrúanum. En ég styð það mjög og verður gott að fá að kjósa þessa tillögu bæjarfulltrúa Sigrún. Já, það er komið fram breytingartillaga varðandi reglur launakjör og starfsaðstöðu bæjarfulltrúa og nefndarmanna. Og hún gengur lengra heldur en tillagan sem að er. En ef við að gera funda hér? Nei, já, ok. Já, bæjarfulltrúi Bragi Bjarnason hefur beðið um orðið. Forseti, bæjarfulltrúar og aðra tilheyrendur. Já, takk fyrir umræðu. Það skýrist nú kannski betur í lið 4 á eftir í rauninni hvernig var gert ráð fyrir hlutunum í fjárhagsáætlun og hvernig við erum að deila þeim út. Þannig að það mun skýrast betur þar. En gagnvart því hvað hefur verið skilað inn, þá bara svona til þess að það sé rétt sagt lagt fram að á fyrstu fundu bæjarráðs sumarið 2022 var einmitt lögð fram fyrirspurn verkefni formanns sem var bara mjög eðlilegt og þar voru þau lögð fram í rauninni. Þannig að bara góð ábending og gott að taka umræðina en þar voru lagðar fram útskýringar og semst á blaði, þannig að það hefur komið eitthvað fram á blaði, ekki það kannski breyti en bara rétt skal vera rétt. En við kjósum þessa tillögu. Takk fyrir. Já, takk fyrir þetta. Þá tökum við breytingartillöguna til, ef enginn vill ræða þetta frekar, þá tökum við breytingartillöguna til
Samþykktar eða synjunar? Já, ok. Sveinn Nær Birgisson hefur stígur til hliðar. Herðu, við ætlum að taka örstutt fundarhlé. Þá hefjum við aftur dagskrá og bæjarfulltrúi Sveinn Nær Birgisson sem er einnig formaður bæjarráðs hefur vikið á fundi og einn kemur varamaður Ari Björn Thorarinsson, varabæjarfulltrúi D-lista. En breytingatillagan frá Sigurjóni Vídalín Guðmundssyni bæjarfulltrúa, hún gengur lengra en tillagan sem við erum að leggja fyrir og þeir sem eru samþykkir því að þóknun formanns bæjarráðs verði lækkuð í 21% af þingfararkaupi eins og kveðið er á í fjárhagsáætlun fyrir 2024 vinstrilega skjöfumerki. Ok, en þeir sem eru á móti vinstrilega skjöfumerki og hún er felld með 5 atkvæðum D-lista. Já, og 1 atkvæði áfram Árborg, en samþykkir eru 1 atkvæði D-lista, 2 atkvæði B-lista og 2 atkvæði S-lista. Já, og bara hérna þess að skipta með tölvu. En þá leggjum við fram tillöguna sem að liggur fyrir. Já, þegar við erum búin. Með breytingatillöguna. Gjörðu svo vel, Arna Eir Gunnarsdóttir bæjarfulltrúi. Gjörðu svo vel. Forseti, já, þetta voru vonbrigði, mikil vonbrigði og sérstakt að bæjarfulltrúar meirihlutans hafi ekki séð ljósið og nýtt tækifæri til þess að koma betur út gagnvart bæjarbúum, af því að það er alveg augljóst að það kraumar undir hérna í samfélaginu og íbúar eru virkilega, þeim er misboðið með hvernig farið hér er með sameiginlega sjóð okkar, en það er gott að fá þetta fram og nú er þetta skýrt í hugum allra hvernig afstaða meirihluta er. Takk.
En þá göngum við til atkvæða þriðja lið, það er reglur launakjör starfsaðstöðu bæjarfulltrúa og tillagan er að lagt er við bæjarstjórn að samþykkt verði að afnema vísitölutengingu við viðmiðunarfjárhæð í 1. grein regla launakjör og starfsaðstöðu bæjarfulltrúa og nefndarmanna hjá Sveitarfélaginu Árborg 2024. Tillagan er í samræmi við samþykkta fjárhagsáætlun Árborgar fyrir árið 2024 og þeir sem eru samþykkir tillögunni vinsamlegast gefa merki. Og hún er samþykkt samhljóða. Takk. Þá víkur Ari Björn Þórðarson varabæjarfulltrúi úr sal og inn kemur Sveinn Ægir Birgisson, bæjarfulltrúi. Og við förum í 4. lið sem er viðauki við fjárhagsáætlun 2024. Viðauki nr. 3. Lagt er til við bæjarstjórn að samþykkja viðauka og ég ætla að lesa hérna þennan viðauka. Umræða fjármagn millifært úr potti sem stofnar var á deild númer 2.16.10.99.25 vegna hagræðingar 2024. Alls hagræðingarpottur vegna 2024 100 milljónir. Málaflokkur 02, félagsþjónusta, velferðarþjónusta. Félagsmálanefnd, velferðarnefnd, fjármagn fært af 02 vegna hagræðingar 2024, lækkun á launakostnaði samtals 225.000. Málaflokkur 04, fræðslunefnd, fræðslu- og frístundanefnd, fjármagn fært af málaflokk 04 vegna hagræðingar 2024, lækkun á launakostnaði samtals 337.000. Málaflokkur 05, menningamál, list- og menningarnefnd, fjármagn fært af málaflokk 05 vegna hagræðingar 2024, lækkun á launakostnaði samtals 168.000. Málaflokkur 9, skipulags- og byggingarnefnd, fjármagn fært af málaflokk 09 vegna hagræðingar 2024, lækkun á launakostnaði samtals 561.000. Málaflokkur 11, umhverfismál, fjármagn fært af málaflokk 11 vegna hagræðingar 2024, lækkun á launakostnaði samtals 280.000. Málaflokkur 21, sameiginlegur kostnaður, bæjarráð, fjármagn fært af málaflokk 21 vegna hagræðingar 2024, lækkun á launakostnaði vegna formanns bæjarráðs og áheyrnarfulltrúa samtals 3.410.000. Málaflokkur 67, frávita, eign- og veitunefnd, fjármagn fært af málaflokk 67 vegna hagræðingar 2024, lækkun á launakostnaði samtals 505.000 og samtals fært úr potti 5.486.000 krónur. Og ég gef orðið laust Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi D-lista, hefur þessi ljós. Forseti, bæjarfulltrúar og aðra tilnefnendur. Já, þarna erum við að taka fyrir viðauka 3. Því er að ræða við þær semst í upphafi, eða bara í fjárhagsáætlun fyrir 2024 var í rauninni gert ráð fyrir ákveðnum hagræðingarpotti eða hagræðingarkröfu sem bæjarstjórn setti sér upp á 100 milljónir og inn í því var náttúrulega markmið að velta við áfram steinum í rekstrinum, vinna með starfsfólki að lækkun rekstrarkostnaðar. Ýmisleg vinna í gangi sem er ekki endilega komin hérna inn en vonandi skila sér síðar á árinu og bara verkefnið er áfram eins og við höfum margoft rætt hérna við að reyna að gera reksturinn hagkvæmari. En þessi viðauki er sem sagt að taka til þeirra breytinga sem urðu 1. júní þegar að nýr meirihluti eða DÍ og álisti fari í samstarf, þá falla út í rauninni áheyrnarfulltrúar í nefndum sem við nefndum hérna á síðasta fundi og við það verður ákveðin hagræðing inn á nefndar, í hverri nefnd. Einnig lækkun á launum formanns bæjarráðs og í rauninni þá áheyrnarfulltrúar sem dettur út úr bæjarráði og þarna er það fært þá úr þessum potti sem var settur upp fyrir allar mögulegar hagræðingar sem kæmu á þessu ári á rétta staði. Þannig að það var eins og við höfum reyna að koma fram ekki gert ráð fyrir sérstakri hækkun á ákveðnum liðum. Núna erum við að dreifa hagræðingunum úr pottinu. Þannig að í fjárhagsáætlun var sameiginlegur hagræðingarpottur með öllu inn á þessum lið og núna erum við að deila honum út á rétta staði. Þannig að samtals það út þetta ár þá 5.486.000 sem við lagðum fram hérna. Takk fyrir.
Já, takk fyrir þetta. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Arnar Freyr Ólafsson, bæjarfulltrúi biðlista. Já, verðileg frú forseti, bæjarfulltrúar og aðra tilheyrendur. Ég á svolítið erfitt með að skilja þetta. Ég er ágætlega talnaglöggur og er ágætlega vel að mér í bókhaldi, en þetta skil ég ekki. Og ég er búinn að reyna að velta því fyrir mér og ég eiginlega kalla eftir bara aðeins betri útskýringum hérðan, eða þá mögulega betri útskýringu á skjælnum, vegna þess að hér er talað um pott og hagræðingarpott og það er þá væntanlega, er það rétt skili hjá mér að þetta er hagræðing sem er okkur uppálagt að útfæra með einhverjum hætti sem að nemur 100 milljónum á þessu ári. Við höfum hagrætt fyrir 5 milljónir og eigum þá 95 eftir, eða hvað er þá mikið eftir? Ég bara væri til í að fá bara smá kennslustund frá mér vitur af fólki og þá væri gott að fá fram hvað er við stödd í þessu, eru 95 eftir eða hvað? Takk. Takk fyrir þetta. Arna Eir Gunnarsdóttir, bæjarfulltrúi og Eskifta hefur beðið orðið. Forseti, já, mér langar að taka undir með Arnari. Ég verð að segja að mér finnst þetta er mjög svona sérkennileg framsetning. Það er alveg, maður skilur það alveg að það var, og ég man það í fjárhagsáætlunarvinnunni, það var verið að gera áframhaldandi hagræðingarkröfu. Það skilur við öll. Og það var búið það var búið að hagræða víða, þar að segja skera niður rekstur og áfram var verið að gera kröfu að yrði skorin niður reksturinn og á ákveðna deild hér 100 milljónir. Og hér erum við að fjallum væntanlega að það sé búið að finna 5,5 milljónir af þessum 100 milljónum, eins og ég skil þetta og þannig er þetta. En það er mjög öfugsnúið að tala það er eins og sé verið að útbýta peningum. Mér finnst þetta mjög mikið öfugmæli að komast svona til orða, því að eitt er að það er til launapottur, þar erum við með svolítið aðra hluti, en mér finnst það svona að pínu öfugmæli, ég held að eftir maður, þú ert ekki að úthluta peningum, þú ert í rauninni að uppfylla ákveðnar hagræðingarkröfur með því að þessi litla hagræðing, hún er 5,5 milljónir af 100 milljónum sem er gerð krafa Ég myndi ekki kalla þetta pott. Það er svona meira það sem þú ert að úthluta úr. Takk. Já, takk fyrir þetta. Fjóla Kristóttir, bæjarfulltrúi biðlista. Beðið orðið. Frú forseti, bæjarfulltrúar og vonandi einhverjir áhorfendur. Mér finnst þetta í rauninni bara svolítið hjákátlegt allt saman, einhvern veginn. Það er bara eins gott að það urðu þessa breytinga 1. júní, því þarna náðum við okkur þá í rúma 5 milljónir í sparnað og þá væntanlega á næsta ári aðrar 5,1 milljónir. Af því ekki eru við að hækka launin, þannig að það er aftengja vísitöluna, þannig að það væntanlega verður sama upp að sinnum 2 að því við erum að taka hálft ár. Þannig ættum við allavega að geta coverað 3 mánuðina uppsagnarfrestur nýjum bæjarstjóra, er það ekki, þarna með þessu. Þannig að ég bara er ánægð fyrir hönd íbúa að þessar vendingar hafa orðið vegna þess að þetta er bara hreinn og klár sparnaður þó að betur megi ef duga skal. Já, Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi biðlista, hefur beðið orðið. Forseti, bæjarfulltrúar tilheyrendur. Já, ég skal bara taka undir orðalag sem á laga og það er bara góð ábending fyrir framtíða viðauka, en þetta er nákvæmlega þetta. Við þurfum, og ég tek undir, þetta er ekki
við erum með pott sem við erum að deila, þetta er hagræðingar krafa sem var sett á okkur og við erum að færa hann á rétta staði þar sem var til hagræðing núna 5,1.486 milljónir eða 1000, en við eigum þá eftir 94,5, rúnum þetta aðeins niður, sem eins og ég tók fram aðeins bæði verkefni sem svona verið að vinna að og við þurfum að vinna áfram eins og við vissum til þess að fylla í allt þetta út árið. Þannig við erum komin hænuskref áfram í þessu en eigum mikla vinnu eftir. Þannig að ég tek alveg undir, það orðalagi mætti vera betra og það eitthvað sem við bara þurfum að bæta og ýmislegt í kringu viðaukana og ég vil hrósa Þórdísi fyrir góða punkta sem voru búin að koma með inn núna á fyrstu dögunum hvernig við getum afgreitt hlutina bara enn betur. Þannig að það bara góð ábending sem við getum tekið inn í viðaukana. En þetta nákvæmlega eins og þú lýstir Arnar og skilningurinn hjá Örnu kom fram líka, þetta er akkurat lagt upp svona. Takk fyrir. Já, fleiri sem vilja kveða sér hljóðs undir þessu lið? Ef svo ekki, þá ber ég þetta undir atkvæði. Þeir sem eru samþykkir viðaukunum vinstrilandskeiðamerki. Og hann samþykktur samhljóða. Við erum hérna með bókun. Bæjarstjórn samþykkir viðauka 3 við fjárhagsáætlun sveitarfélagsins. Árborgar 2024 vegna lækkunar launakostnaðar nefnda í samræmi við endurskoðunarreglar launakjör og starfsaðstöðu bæjarfulltrúa og nefndamanna sem samþykktar voru á 40. fundi bæjarstjórnar samtals 5.486.000. Lækkunin hluti af þeirri hagræðingu sem gert var ráð fyrir í fjárhagsáætlun 2024 og því að ræða millifærslu af deild 2.16.10 þar sem áætlað var fyrir hagræðingar áform. Áhrif viðaukans á rekstrarniðurstöðu samstæðu sveitarfélagsins Árborgar 0. Áhrif viðaukans á sveitarfélag A-hluta 0. Áhrif viðaukans á samantekt A og B-hluta 0. Og höldum við þó áfram dagskrá. Það 5. liður. Það kosning í embætti nefndir 2022 til 2026. Það breyting á fulltrúum álista á aðalfundi Bergrisans BS. Lagt til að Ástrós Rut Sigurðardóttir taki sæti sem aðalmaður á aðalfundi Bergrisans BS og Álfheiður Einarsdóttir taki sæti sem varamaður. Einhver sem vill ræða þetta? Ef svo ekki, þá ber ég undir atkvæði. Þeir sem eru samþykkir þessu, við samst meðmerki. Samþykkt samhljóða. Það 7. liður. Það Eyrarvegur 42 til 44. Deiluskipulag, verslunar og þjónustu auk íbúðarbyggðar. Tillaga frá 30. fundi skipulagsnefndar frá 5. júní liður 2 lögð fram breytt deiliskipulagstillaga fyrir lóðirnar Eyrarvegur 42 til 44 á Selfossi. Tillagan hefur verið til meðferðar hjá sveitarfélaginu Árborg og var samþykkt til auglýsingar og fundi bæjarstjórnar 29.11.2023. Tillagan var auglýst frá 20.12.2023 með athugasemdafresti til 31.1.2024. Engar athugasemdir bárust. Umsagnir bárust frá Minjastofnun Íslands og Vegagerðinni. Vegagerðin gerði athugasemdir við tillöguna í umsögn Vegagerðarinnar dagsett 9.1.2023 þar sem ekki var fallist á nýja aðkomu inn á lóð 44 við Eyraveg. Edda Kristín Einarsdóttir fyrir hönd EIG fasteignafélags leggur nú fram breytta tillögu sem gerir ráð fyrir að aðkoma lóð 44 verði frá Fossvegi. Þá hefur uppstillingu byggingaklassa fyrir lóð 44 verið snúið við. Þannig að opið svæði innan lóðar snúi að Eyravegi. Svæðið skilgreint í aðalskipulagi Árborgar 2020-2036 sem miðsvæði en jafnframt skilgreint sem þróunarsvæði þar sem skuli vera blanda af verslunar, þjónustu og íbúðasvæði. Samkvæmt orðalagi tillögunnar eru helstu markmið hennar að þétta núverandi byggð með nýtingu á lóðum sem nýttar hafa verið sem verslunar- og lagersvæði. Tillagan tekur til breytinga á núverandi notkun lóðarinnar 42 og 44 við Eyraveg. Lóðirnar hafi í áranna rás verið nýttar undir starfsemi byggingavöruverslunar. Í tillögunni gert ráð fyrir að verslunarstarfsemi verði á lóð 42 og hluti núverandi byggingu verði rifinn og fjarlægur.
Á lóð 44 er gert ráð fyrir að rísi á einum byggingarreit F1 íbúðarhúsnæði á 3-5 hæðum. Gert er ráð fyrir að á lóðinni verði rými fyrir allt að 65 íbúðir með nýtingarhlutfall upp á 1,1. Það er mat skipulagsnefndar að breytt tillaga sé þess eðlis að nauðsynlegt sé að auglýsa hana nýju. Skipulagsnefnd samþykkir tillögu að deiliskipulagi í samræmi við 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010 og mælist til að bæjarstjórn Árborgar samþykki tillöguna og feli skipulagsfulltrúa að auglýsa nýja breytta tillögu að nýju. Og er einhver sem vil taka til máls það? Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi og D-lista. Gjör svo vel. Forseti bæjarfulltrúar tilnefndur, svona aðeins til nánari upplýsingar af því að við erum að setja þessa tillögu aftur til auglýsingar. Það er vegna þess svona eins og kom fram í inngangnum að breytingin á Eyravegi 44 eftir athugasemdir Vegagerðarinnar varðandi innkomin á lóðina, að nú er innkoman eingöngu frá Fossvegi og þar af leiðandi færa þeir byggingar svona reitina til án þess að það hefði áhrif á byggingamagn. Þannig að þeir færast nær Eyraveginum og bílastæði verða fyrir aftan. Einnig er aðeins bætt við þarna í horninu við Eyraveg 42 frá Landsnet vegna þess að við erum að fá hraðhleðslustöðvar fyrir utan semst verslunar- og þjónusturýmin og þá báðu um örlitla stækkun á spennuskúr sem er þarna á horninu, þannig að það væri hægt að anna því afli sem þarf fyrir slíka stöð. Þannig að það er rauninni breytingin, en þetta er það að mati nefndarinnar og sveitarfélagsins, þetta er það mikil breyting á skipulaginu, sérstaklega fyrir 44, það er talið best að auglýsa hann aftur þannig að fólki gefist færi á að koma með athugasemdir. Takk fyrir. Já, takk fyrir þetta. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Ef svo er ekki, þá ber ég þetta undir til atkvæða. Þeir sem eru samþykkir þessari tillögu vinsamlegast gefa merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í 7. lið. Aðalskipulag Árborgar 2020 til 2036. Breyting 1 á aðalskipulagi 2024. Tillaga frá 30. fundi skipulagsnefndar frá 5. júní í liðu 3. Lögði fram tillaga breytingu á gildandi aðalskipulagi Árborgar 2020 til 2036 til kynningar í samræmi við aðra málsgrein 30. greina skipulagslaga nr. 123/2010. Breytingar hafa verið kynntar með skipulagslýsingu, það er samantekt á þeim þáttum sem til stendur að gera breytingar á. Skipulagslýsing var auglýst og kynnt frá 28. febrúar 2024 til og með 27. mars 2024. Auk þess sem óskað var eftir lögbundinna umsagnara aðila auk annara. Gerðar eru nokkra breytingar á aðalskipulagi sveitarfélagsins Árborgar 2020 til 2036. Breytingar snúa einkum á þéttbýlinu á Selfossi en einnig eru breytingar á landbúnaðarsvæði og nýtt svæði fyrir samfélagsþjónustu í dreifbýli. Er að ræða eftirtalda breytingar á greinargerð og uppdráttum. Miðsvæði 3 breytist í íbúðabyggð. Heimilt er að vera með hverfisverslun og lóðum næst hringtorgi, Eyravegar og Suðurhóla. Athafnasvæði fyrir utan á. Unnið er að deiliskipulagi athafnasvæðis AT2. Gerðar eru lítilsháttar breytingar á afmörkum, afþreyingu og ferðamannasvæði AF6 vegna þess og skógræktar og landgræðslusvæði SL1. Verslunar- og þjónustusvæði VAF8 og þeim hluta samfélagsþjónustu S5 sem nær til leikskólans Glaðheima er breytt í miðsvæði. Iðnaðarsvæði I1 er að hluta til breytt í verslunar- og þjónustusvæði. Settir inn iðnaðarsvæði I21 og I22 fyrir borholur hitaveitu fyrir utan á. Einnig iðnaðarsvæði I23 fyrir borholur hitaveitu á Suðurbakka Ölfusár. Verslunar- og þjónustusvæði VAF11 er breytt í athafnasvæði. Íbúðabyggð IB27 er breytt tilbaka í athafnasvæði AT5 eins og var í eldra skipulagi. Á hluta af opnu svæði OP1 norðan við Sunnulækjarskóla er heimilt að útbúa aðstöðu fyrir skátana. Skilmálum fyrir miðsvæði M5 er breytt og byggingar lækkaðar. Skilmálum fyrir miðsvæði M6 er breytt og byggingar lækkaðar. Sýslumannstúninu er breytt úr íbúðabyggð í opið svæði. Syðsti hluti Votmúla 1, Lóustaða 1 og Votmúla 3 er breytt úr landbúnaðarsvæði L2 í L3.
Sett í nýtt svæði fyrir samfélagsþjónustu í landi Stóra-Hrauns og minnkar landbúnaðarsvæði samsvarandi. Sett eru skilmálar fyrir skuggavarp og vindvist. Endurskoðuð afmörkun svæða sem vinna á rammahluta aðalskipulags fyrir. Að öðru leyti en því sem hér greint frá gilda skilmálar eldra aðalskipulags með síðari breytingum. Skipulagsnefnd samþykki tillögu breytingu á aðalskipulagi Árborgar 2020-2036 í samræmi við 1. málsgrein 36. grein skipulagslaga númer 123/2010 og tillagan verði kynnt í samræmi við 2. málsgrein 30. grein sömu laga og mælst til við bæjarstjórn að samþykkja breytingatillöguna til kynningar í samræmi við ofangreinda tilvísanir í skipulagslögum. Og undir þessi eru fylgiskjöl, þar bæði breytingar með trakki eða sem sagt þarna og gildandi og breytt skipulag í dreifbýli og á Selfossi. En ég gef orðið laust ef ykkur sem að vill. Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi D-lista, hefur beðið orðið. Forseti bæjarfulltrúi aðrir tilheyrendur. Já, þetta nokkuð bara skýrt í inngögnum og svo í þeim gögnum sem verða bæði meðfylgjandi samþykkt málsins og auglýst til kynningar. Það kannski rétt bara til að fylgja. Þetta misstórar breytingar sem hafa svona verið, sem skipulagsfulltrúi hefur verið að safna saman svona frá samþykktu aðalskipulagi og sett hann fram núna í eina svona stóra breytingartillögu. Ferlið eins og kom fram í inngögnum og það búið að auglýsa við að sveitarfélagið hafi verið með þetta fyrirhugað með þessum atriðum í skipulagslýsingu. Nú erum við að samþykkja það í kynningu á þessu sem verður þá kynnt í sumar og gefst færi á athugasemdum. Síðan mun þetta koma aftur þá sem tillaga inn til bæjarstjórnar þar sem verður þá formlega afgreiðsla sem fer inn í skipulagsgátt aftur og til athugasemda áður en þetta endanlega afgreitt. Þetta má segja að þetta séu 3 skref sem þarf að taka til að aðalskipulagsbreytingin taki gildi. En ef einhverjar spurningar eru einstaka lið þá getum við tekið umræðu það, en annars þetta nokkuð skýrt í bæði gögnum og í inngangi. Takk fyrir. Fleiri sem takast til máls, Sigurjón Vídalín, bæjarfulltrúi S-lista. Herra forseti, bæjarfulltrúar aðrir tilheyrendur, já, ég er að velta einu fyrir mér. Þetta nú flestum tilfellum ágætu breytingar og nauðsynlegar, en hvaðan, mér finnst vanta með í gögnunum af hverju það verið að leggja til þessar breytingar. Það engin rökstuðningur, það ekkert kemur hvergi fram af hverju það talið nauðsynlegt á að gera þessar breytingar. Nú ekki nema eitthvað 2 ár síðan, ekki einu 2 ár síðan þessar vinnu lauk. Sérstaklega vekur athygli mína að sýslumannstúninu hefur verið breytt úr miðsvæði þar sem yfir í opið svæði eins og það var áður, en ég veit ekki annað að það hafi verið til dæmis mjög miklar umræður þá sínu tíma og rökst upp mjög vel af hverju það teldist eðlilegt að breyta þessu svæði í miðsvæði og heimila byggingar á því, þar sem þetta nú eitt verðmætasta land í sveitarfélaginu, í eigu sveitarfélagsins sennilega, og það sem nú ekki alveg ljóst. Annars að gaugunni að íbúðabyggðinni við íbúðabyggð 27 við endan á flugvöllunum, henni hefur aftur verið breytt í athafnasvæði. Aftur það engin rökstuðningur, ég veit ekki af hverju þetta búið að breytast á svona stuttum tíma. Eflaust kannski góðar og gildar ástæður fyrir því, bara veit ekki. Það sem þetta snýst að mínum mati það að það vantar rökstuðning fyrir þessum breytingum. Takk. Já, takk fyrir þetta. Eru fleiri sem vilja það sé ljós? Bæjarfulltrúi Bragi Bjarnason, D-lista. Forseti bæjarfulltrúar aðrir tilheyrendur. Já, bara góða breyting. Ég held að væri bara þarft að því að segja, nú þetta að fara til kynningar og það væri bara mjög gott að hafa þá kannski bara í rauninni getum við tekið það fyrir bara áfram í rauninni að setja fram nánari skýringar með því nú þetta að fara til kynningar, þannig að það getur fylgt með í rauninni í auglýsingu svona nánari útskýringar. Bara svona rétt til að svara því sem þú nefndir, IB27, það var nefndur í þessari vinnu sem var komin og eftir samstarf líka við bara flugklúbbinn.
og þegar við horfum á að íbúðarbyggðin væri komin í rauninni bara þá of nálægt í rauninni flugvöllum að það væri í rauninni tilefni til að breyta þessu tilbaka og það var svona þess vegna þessi tillaga lögð fram í rauninni og að bara miðað við þær byggingar sem eru hérna þá væri þarna í rauninni fullt tilefni til þess að sýslumannsstúlnir yrði að opnu svæði í rauninni og þarna þá myndi það nýtast fyrir byggð sem hérna í kring. En ég held að það sé bara góð ábending að það væri fínt að hafa það bara með kynningargögnum í rauninni, svona setja fram aðeins nánari skýringar til þess að fólk geti átt að sjá rökum á bakvið. En það getur þá verið með í auglýsingunni. Takk fyrir. Já, takk fyrir það. En fleiri sem vilja tjá sig þetta mál? Arna Ýr Gunnarsdóttir, bæjarfulltrúi S-lista. Forseti, já, mér langar bara að taka undir með bæjarfulltrúa Sigurjóni varðandi rökstuðning á baki þessara breytinga. Mér finnst það vanta og þó svona í fyrstu virðist þetta nú vera svona nokkuð kannski eðlilega breytingar, sérstaklega svona þetta gildir fyrir svona eins og að hérna já, þetta er svona fyrir stærri svæði og svona eðlilega breytingar, en ég verð að segja eins og þetta kom mér mjög á óvart þetta með sýslumannstúni og mér bara leikur forvitni að vita hvar var þessi ákvörðun tekin, þú veist, í hvaða samhengi, ég meina kom þetta út á ábendingu frá einhverjum einstaklingum út í bæ eða svona, það vantar allt samhengi hérna, þarf þetta ekki að vera unnið í einhverju breiðri sátt og hérna, sem sagt, hver lagði fram þessa tillögu, hvar gat maður komið með tillögu svona lag, mér finnst þetta svolítið svona, þetta kemur mér mjög óvart, þessi breyting. Það er búið að hérna ræða þetta mjög lengi sem miðsvæði og sem hérna dýrmætt svæði til þess að halda áfram uppbyggingu þarna í þessum hérna hluta á Selfossi og þetta kemur mér bara vel á óvart, ég er mjög hissa á þessu. Þannig að mér leikur forvitni að vita hvaðan kemur svona hugmynd eða tillaga. Takk. Já, takk fyrir þetta. Eru fleiri sem vilja tjá sig til þess að breytingatillögu? Heyrðu, þá göngum við til kosninga. Þeir sem eru samþykkir að leggja þessar breytingar á gildandi aðalskipulagi fram til kynningar, innslagsgeðismerki. Bókun, var það bókun með þessu? Nei, Já. Aha. Sorry, ég ætla ekki að trufla fundarstjórn. Jú, nei það er ekki bókun. Sorry. En það er samþykkt samhliða. Heyrðu, þá erum við komin í 8. lið sem er Arberg, Ólís, deiluskipulag, lóðar, 16-29-59. Tillaga frá 30. fundi skipulagsnefndar frá 5. júní liður 9. Gunnar Örn Sigurðsson frá Ask Arkitektum leggur fram deiluskipulagstillögu fyrir lóðina Arberg, lóðanúmer 162-959 á Selfossi. Starfsemi lóðarinnar tilheyrir að mestu leyti Ólís sem rekur verslun, sölu og eldsneyti og oljum auk þess sem rafhleðslustöð er innan lóðarinnar. Deiliskipulagstillagan tekur til þeirra bygginga, viðbygginga og starfsemi innan lóðar en er nú áformað að óska eftir leyfi til byggingar bílaþvottastöðvar sem verður til staðsettur nánast í sama grunnplani og núverandi þvottaplan austast í lóðinni. Skipulagsnefnd samþykkir tillögu að deiliskipulagi í samræmi við 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010 og mælist til að bæjarstjórn Árborgar samþykkir tillöguna og feli skipulagsfulltrúa að auglýsa tillöguna. Og þarna er fylgiskjal deiliskipulagsuppdráttinn. En ég gef orðið laust. Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi D-lista, tekur til máls. Herra forseti, bæjarfulltrúar og tilheyrendur. Já, bara ánægjuleg tillaga sem kemur hérna frá Ólís. Svona bara til upplýsingar í meðförum nefndar og hjá sveitarfélaginu. Það var fyrsta tillagan í rauninni átti þvottastöðin að liggja í rauninni nær gatnamótunum þannig að í samvinnu við í rauninni Ólís eða höfunda þá var hún færð aftar á lóðina til þess að eins og þið sjáið í tillögunni þá
getur myndast eðlilega röð inn í svona stöð og þegar einn bíl kemur út sem gerist að þá aðeins lengra pláss þannig að það sé ekki skapist minni hætta á því að bílar sem að koma inn af Suðurlandsvegi inn á lóðina sé hætta á árekstur. Þannig að þetta var fært í rauninni aftar á lóðina og þar að leiðandi orðin talsvert öruggari en hún var í upphafi. Bara svona til nánar upplýsingar. En að öðru leyti bara góð tillaga sem bara verður vonandi verður að veruleika. Takk fyrir. Takk fyrir það. Eru fleiri sem vilja tjá sig þessa tillögu? Ef svo ekki þá ber ég þetta tillögun undir atkvæði þeir sem eru samþykkir að þessi tillaga fari í auglýsingu við sem skjöfumerki. Það samþykkt samhljóða. Þá liður 9, það fundartími bæjarstjórnar, kjörtímabilið 2022 til 2026. Þá lagt til að næsti fundur bæjarstjórnar verði 27. júní. Það einhver sem vil tjá sig þessa tillögu? Ef svo ekki þá ber ég hann undir atkvæði þeir sem eru samþykkir þessari tillögu. Það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin hérna í fundagerðir til kynningar. Það 10. liður, það skipulagsnefnd 29. fundur haldinn 22. maí. Það einhver sem vill tjá sig þeim lið. Þá 11. liður, það menningarnefnd 7. fundur haldinn 21. maí. Það einhver sem vill tjá sig. En þá það 12. liður, það bæjarráð 89. fundur haldinn 30. maí. Það einhver sem vill tjá sig undir þeim lið. Þá það 13. það bæjarráð 90. fundur haldinn 7. júní. Það engin vill tjá sig undir því. Þá fundardagskrá tæmd. Og þá bara slítum við fundi og ég óska fundarmönnum bara góðra heimferðar og heimkomu og segi fundi slitið.